Já, nú ætlum ég að kynna ykkur hvernig að setja inn fréttir. Gerum það ráð fyrir þessi búin að logga okkur inn á alltaf, en við bara demba okkur beint inn í þetta. Förum í content, veljum news item og förum í add new content. Hérna sláum við inn fyrirsögnuna. Þið munum bara koma til með að sjá þá deild sem þið tilheyrir og hún velst sjálfkrafa. Ef þið hafa aðgang fyrir deildum þá þurfum við að velja hvaða deild fréttin tilheyrir. Hér setjum við inn fréttina sjálfa. Ég vil athygla því við setjum ekki myndirnar hér inn. Hérna setjum við inn allan texta. Ef við ætlum að kópía texta þá eru 3 leiðir til að gera það. Það er hérna einfaldlega að pista hann inn. Pesta hann inn sem plain texta, þá hreinsast út öll format á hann eins og bold og italic og undirstrikað. Eða þá förum við hérna í paste from word og þá kemur textinu nákvæmlega eins og hann var í word-skjölinn sem hann komur uppræðanlega. Til þess að tryggja að texti haldi saman stíl og hann hélt í word-skjölinn sem hann skrifar í. Það er alltaf langt best að nota þetta. Oftast er bara nóg að paste hann, en ef mikið er format í textanum þá er alltaf langt best að nota paste from word. Þá klikkum á það, það kemur upp svona gluggi, þú bara pastar inn og ítur insert. Þetta er náttúrulega bara eins og menn eru vanir. Hérna er þetta að breyta akkerum í textanum sjálfum. Hérna er hægt að setja inn mynd inn í textan sjálfan, en við reynum að forðast þess mikið við getum. Hérna erum við með, þetta er alveg kóða, hérna getum við séð HTML kóðan bak við textan. Hérna er þetta fullscreen mode og sjá hvernig textin mun líta út. Hérna er töflustjórnun og þetta er allt svona, já, bara eins og fólk er vant bara frá því að vinna með Word. Hér er hægt að breyta yfir í milli mismunandi leið þess að skoða textan. Hérna erum við þennan Visuik, sendum við what you get and what you see is what you get. Hérna getum við bara einfaldlega að fara og forrita inn kóðan. Allir munum líklega að koma til með að nota þetta. Hérna setjum við inn myndina sem við komum til með að hafa með fréttin. Það er tvær leiðir að mynd. Það er að taka inn bara slóð af mynd sem er á netinu þegar, eða þá er þetta að sækja mynd hérna af gagnagrunnum sem er þá hér einhvers stað hérna undir images, fyrir eftir hvað þið hlóðu henn upp áður en hérna þið byrjuðu að skrifa fréttina. Svo ítum við þá save and publish og þá fréttin koma út. Við getum líka vista fréttina, við erum ekki alveg búin með hana, en þá er hún ekki sett út. Og ef, eins og í því tilfelli það sem segjum svo að þjálfari er með mót og hann á að skila inn frétt af mótinu, þá getum við bara skrifað hérna inn bara mót hjá 5. flokki kvenna og skrifa hérna inn hjá honum frétt mót hjá 5. flokk kvenna. Svo förum við hérna í save and assign. Þá veljum við hér úr þann aðila sem á að setja inn fréttina, á að semja og setja hana inn. Við veljum mig bara hérna listanum, sveitu og save. Smá villa hérna. Við erum hérna handla bara. Við erum save. Og þá fær notandinn tölvupóst á netfangi sitt þó að setja hérna inn frétt móti 5. flokk kvenna. Og svona er basic uppsetning á því hvernig við setjum inn fréttir.